Breiddarbaugar eru hluti af kerfi sem við notum til þess að staðsetja okkur á jörðinni, láta vita hvar við erum. Þetta miðast allt við miðbaug. Ef þetta er jörðin og hérna er miðbaugur, þá eru 90 breiddarbaugar á norðurpólinn og hann er það sem við kallum 90 gráður norðarlægrar breiddar, svo eru aðrir 90 í suður og það eru þá 90 gráður suðurlægrar breiddar. Ísland er einhvers staðar kringum 64-65 gráður norðarlægrar breiddar og við erum þá með hérna 64 gráður í norður og 65 gráður í norður og eftir því sem að ég er norðar þá er ég nær 65 ef ég væri að fara hérna til dæmis kér norður í land, en Reykjavík er rétt norðan við 64 gráður. Síðan koma það sem kallað eru lengdarbaugar. Það eru línur sem ganga þvert á og Reykjavík er rétt við það sem við kallum 22 gráður vestlægrar lengdar sem eru þá lengdarbaugar. En þið séu, þetta myndar svona krossa og ef ég er akkurat staddur hér þá er ég 64 gráður í norður, sem alltaf hérna breiddarbaugana fyrst, og 22 gráður í vestur. En ef ég er einhvers staðar hérna á milli, þá skiptum við þessu upp í 60 mínútur og svo er hverjum 60 mínútum skipt upp í 60 sekúndur. Það er að segja að við notum tímataliðan og þó þetta séu vegalengdir. En bilinu hérna á milli er réttara sagt skipt upp í 60 bil sem við köllum mínútur og svo hverju bilið þar á milli skipt upp í 60 sekúndur. Þannig að ég get sagt að ég sé staddur á 6050 gráður norðarlægrar breiddar, 30 mínútu og 10 sekúndu. Þá er ég rétt lengur en miðjan. Svo kemur það sem að er, svo koma lengdarbaugarnir. Þá myndi ég gera 22 gráður vestlægrar lengdar, 22 mínútur kannski og 31 sekúnda. Þá er ég aðeins minna en hálfa leið á milli 22 og 23. Þannig að svona er hægt að staðsetja sig nokkuð nákvæmt og það er meira að segja hægt að halda áfram hérna. Og GPS-tækjum og mjög nákvæmum tækjum og þá kemur þryggjast á að tala næst, það sem er skráð upp í 1000. Það sem þessu bili hér, síðasta sem voru mínúturnar, er skipt upp í 1000.